Hrafn, þessi hlýtur að svíða nokkuð mikið. Já, þetta náttúrulega óbúslega sárósugur. Mér fannst strákarnir bregðast rosalega vel við því að frétta svona stuttu fyrir leik að Hlynur ekki með. Og svona byrjun á leiksum bar þess merki. Hvað í þessum leik, þetta svona kaflaskiptur leikur, skiptist á aldrei munurinn sérstaklega mikið. Hvað finnst þér svona verða helsti munurinn á lokum? Þeir náttúrulega taka 20 sóknarfráköst, það er eitthvað sem er eitthvað sem mér finnst í rauninni snúa leiknum. Þeir eru að taka sóknarfráköst og í rauninni er að setja tvista og þrista á okkur eftir sóknarfráköst. 20 stykki er helviti mikið. Og þessi loka possession eitthvað sem svíður sérstaklega í þessum tveim hjá ykkur? Nei, ég meina við náðum ekki boltanum inn þangað sem við vildum ná honum. Colin í rauninni, planið var að Colin kannski færi af stað þannig að við myndum skilja eftir aðeins fleiri sekundur í þarnæsta possessioni í leiknum. Hann náði ekki boltanum núna á körfunni en hann náði þó skoti á körfuna og svo kontestar hann skotið hans til Nero alveg svakalega vel. Þannig að ekkert yfir neinu að kvarta þannig. Hlynur, hann var í búning og hautaði eitthvað aðeins upp. Var þetta ákvörðun sem tóku bara á split second rétt fyrir leik? Nei, þetta var ákvörðun sem var í rauninni ekki búið að taka núna í morgun og hann í rauninni tekur það ákvörðun að fara í búninginn. En núna í dag þá bara erum við að skoða þessi mál áfram og þá kemur kannski svona eitthvað aðeins upp úr krafsinu sem snýr kannski bara meira hálsinum á honum heldur en höfðinu. Þannig að hann er hefur lengi verið með brjósklos í hálsin og það verður víst að fara mjög varlega með þannig ef það kemur slinkur á hann og það var svona einhvern veginn bara ákveðið að þetta var ekki eitthvað sem við vildum leika okkur með. Eftir þessa seríu, þetta er búið að vera svona mikið talað, alls konar bara í gangi inn á vellinum og utan. Má kannski vera að það hafi gleymst gleðin hjá báðum liðum? Já, það er bara það gekk bara töluvert mikið á og ýmiss konar atvik sem kannski voru ekki alveg körfuboltalegs eðlis og sem svona kannski sviptu svolítið gleðinni úr þessu og beindu fókusnum manna og það er miður en það þýðir ekkert að spá í hverjir eiga meira því eða minna. Þegar upp í staðið þá er ígilið bara, maður má ekki gleyma því. Ígilið hefur unnið frábærlega fyrir sínu í allan vetur og á skili stöðuna sem það er í deildinni og þeir kláruðu þetta í kvöld sem ég held að sé nú í rauninni ekkert rosalega auðvelt verkefni og þeir eru hróskilið fyrir það. Hvernig ferðu svona einhvern veginn frá þessu verkefni? Eru margar svona ef og hefði spurningar eða er þetta svona meira kannski stolt? Hvernig tókst það á í verkefni? Ég veit það ekki. Ég kannski ekki stoltur, skilurðu. Ég reynir bara alltaf að gera hlutina eins og vel og ég get og eins samviskusamlega ég get og en allir það þurfi ekki að fylgja einhver brjálæðislega mikill árangur eða allan meira árangur en hópurinn gefur tilefni til sem að sé fullkomlega stoltur og ég kannski mér líður ekki beint þannig akkurat núna. Þessi spurning sem kemur alltaf í lok tímabils, þú náttúrulega ætti að vera samningslaus, hafið þið eitthvað pælt? Nei, það hefur ekkert verið neitt rætt. Það er einhver svona kostur á að bæta við ári og það er eitthvað sem ég náttúrulega ákveðið engan veginn hvort það verði ekki. Ég býst fastlega við að fólk setjist niður og ræði saman og það er bara margt sem spilar inn í. Það skiptir náttúrulega máli bara hvort að hópurinn hafi áhuga að vinna með kallinum og hvort að baklandið hafi áhuga að horfa framan í mig enn eitt árið mér þykir óbúslega vænt þann tíma sem ég er búinn að vera og mér kemur í óvart hvað mér blæðir mikið fyrir þetta félag og ég hefði áhugaði að vera áfram en það eins og segi, það er ekkert sem ég get í rauninni haft áhuga á.